Kjartan bæjarstjóri, hvað ertu búin að mæta á margar ljósanætur hátíðir? Vistu það? Allar. Já. Ef að þetta er svo 23. þá er ég núna á minni 23. Nei, grínlegst, ég er búin að mæta þar allar bara. Já, ég bara verið það heppinn að vera heima alltaf þegar þetta er að gerast. Þetta er eitthvað svona sem sameinar íbúana, virðist, ef maður horfir á mætinguna og stemminguna? Já, þetta er alveg æðislegt, sko. Og þó að sé blási aðeins og skýjað og kannski eitt og eitt rigningadrópið, þá erum við ekkert að láta það stoppa sig neitt, sko. Klæðum okkur bara vel. Já. En þannig að er það svona sem að bæjarbúar að fá út úr ljósanótt? Finnst þér þetta svona, já, bara gott start á vetri og hausti? Já. Og bæjarbúar að sýna sitt rétt andlit á mörgum sviðum og það eru hér 100 eitthvað aðilar sem eru með sýningar og eitthvað. Já. Sko, það sem ég finnst, svona ég finn meira fyrir núna síðustu ár, er bara þetta. Það er að segja að hitta fólk og koma saman og hafa gaman. Fara á sýningar, vissulega, og hlusta á tónleika og svona. Það er bara þessi mannlegu samskipti líka sem að skipta miklu máli. En þetta er náttúrulega hellingsvinna og sveitafélagi heldur utanum þetta. Já, það er rosalega margt gott fólk sem kemur að undirbúningi og framkvæmd og svo náttúrulega frágangi á eftir líka. Við erum bara mjög heppin og þetta er mjög mikið sama fólkið sem kemur að þessu ár eftir ár. Og við verðum kannski, almenning verður lítið var við þann hóp en hann er stór. Ég get eiginlega ekki sleppt öðru sem að spyrja þig náttúrulega að Reykjanesbær fagnar 30 ára afmæli á þessu ári. Sveitafélag sem að sameinaðist úr Keflavík, Njarðvík og Höfnum árið 1994 og þú ert búin að vera svona þátttakandi í þessu allan þennan tíma. Hvernig finnst þér svona þegar þú horfir tilbaka þessi 30 ár verandi í framlínun allan þennan tíma á ýmsum sviðum? Hvernig finnst þér svona, hvernig horfir að sveitafélagi í dag að hafa þróast á þessum tíma? Mér finnst þetta hafa verið bara yndislegt að fylgjast með þessu. Sko, Ellert heitinn, bæjarstjóri, hann sagði, ég var í bæjarstjórn á þeim tíma, hann sagði að þetta mun taka 3 kynslóðir. Ég held að það sé hárrétt hjá hann. Maður heyrir, það eru örugglega einhverjir sem telja að þetta hafi verið röng ákvörðun. Ég ætla ekki að fullyrða að það sé algjör sátt þessa ákvörðun þó sé hún 30 ára gömul. En ég þarf að fullyrða að 99% af fólki er bara sátt á hana. Svo hefur náttúrulega íbúum fjölgað svo rosalega mikið líka þetta. Og mjög mikið af því fólki náttúrulega flutti bara til Reykjanesbær, bjó aldrei í Keflavík eða Njarðvík eða Höfnum, sko. Og veit ekkert hvar bæjarmörkin liggja eða neitt í því, sko. Þannig að það er frekar auðvelt fyrir það að svara þegar ég spurði hvort að Reykjanesbær eigi berta framtíð fyrir höndum eða þó sé 30 ára. Já, ég held að sveitafélagið sé rétt að byrja, sko. Þú veist. Það er svo margt í pípunum líka núna og hefur verið og margt gott að gerast að já, ég er mjög bjartsýnn, ekki bara fyrir hönd Reykjanesbæjar, heldur bara Suðurnesjana líka, allra. Það hefur verið, getum við sagt, meiri vöxtur svona síðustu 10-15 ári. Heldur en 15 árin þar á undan, hvað var þar íbúa, fjölda og stærð og það? Já, þetta kemur held ég í svona stökkum eða lotum og þú veist, einhverjum biluð. Það koma uppbyggingatíma sem geta varað í 5, 10, 15 ári eitthvað. Svo kemur bara stöðratímabil strax á eftir. Sem betur fyrir aldrei fækkun. Við erum aldrei að missa fólk eitthvað annað frá okkur eitthvað. Það er ekkert svoleiðis. En það er búið að vera sérstætt verið því þú byrjaði sem bæjarstjóri 10 árum síðan að hvað er búið að fjölga mikið á þeim tíma, hvað, nánast 1000 manns á ári? Nálægt því? Já, sko, ég var ekki búinn að vera lengi í starfið þegar ég fór með blómvönd upp á sjúkrahús og fagnaði 15.000 íbúanum. Núna erum við 24.000 og eitthvað, þannig að það hefur fjölgað næstu í 10.000 íbúa. Af 15.000 eru það hvað, 70%, 66,6% fjölgur, sko. Það er algjört einsdæmi á Íslandi í svona stóru sveitafélagi. Og því fylgja áskoranir? Já, vaxtarverkir. Við höfum fullt í fangi með að byggja nógu mikið á skólum og úti á leikskólapláss og allt það. En það samt gengur bara vel.
Glæsilegt, til hamingju. Já, takk, sömuleiðis.